dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnir mig líka undir því nafni á Facebook og á Instagram. Þessi þáttur helgast að mestu leyti prjóni. Ég fór á bókasafnið núna fyrir viku síðan og fletti svona ýmsum handaðnu bókum og tók með mér tinnu prjónablað og sokkabók. Þetta tinnu prjónablað er frá október 2020 og þar sá ég þessa peysu sem ég var svolítið skotin í og ég er byrjuð á henni. Eins og ég hef talað þegar ég á svona alls konar gatna þá vill þetta nú verða svolítið röndótt hjá mér, flíkurnar. Ef ég ætla að gera sjálfa mig þá þarf ég að nota svona nokkra liti í það. Þannig að þessi peysa verður ekki einlit. Ég er sem sagt byrjuð á henni og ég ætla að nota 2 þræði í einu. Ég á sem sagt þetta er lótusjarn, lótusgarn, silki og kasmír. Ég á nokkrar hespur af þessu og síðan er ég að nota alls konar garn sem ég á fyrir. Og ég gerði pröfu þannig að þetta verður sirka svona. Þannig að ég byrja neðst á ermum og ból og svo færi ég mig upp og nota svona hinn og þessa litina með. Ég er semst byrjuð og ég er komin með svona á bólnum. Ég ætla að gera ermarnar leið til þess að ég hafi svona nokkurn veginn jafn mikið af hverjum lit í svona litaskilunum þannig að það verði svona sirka jafn breiðar endur af hverjum lit og ég hef alveg gert þetta áður en ekki þá prjónað ermarnar með og þá verður alltaf afgangur af einhverjum litum og ég ætla að reyna að nýta þetta alveg upp í botn. Þannig að þá ger ég bara bólinn og ermarnar í leiðinni og þá er ég að klára alltaf hvern lit fyrir sig. Ég ætla að láta þennan þráð liggja upp alla peysuna. Hann er aðalþráðurinn sem fer upp alla leið. Nú veit ég ekki hvort að þetta dugar í stóra peysu. Þetta gatt sem ég á. Ég á nokkrar hespur. Þannig að þá kannski þarf ég að fara í galleit í búðirnar og finna eitthvað sem er í líkingu við þetta þannig að ég geti klárað að ofan en ég á eftir að spá í það er seinni tíma vandamál sem ég þarf að leysa. Þetta dugar allavega, þetta gatt sem ég er með núna það dugar allavega upp að höndum vonandi og svo sjáum við til hvað verður. Ég hlýt að geta fundið svona svipaðan lit þó að sé ekki silki og kasmír en bara þannig að verði svona sama flútt í þessu. Eins og sjáu þá er ég að veifa svona hnyklum og ég á þetta fína hesputré og gaddvindu en þegar hugurinn er alveg á fullu og ég vil halda áfram þá hef ég ekki nennt að koma hingað niður, kannski seint á kvöldið eða eitthvað til þess að vinda upp og nota frekar tíma, vil frekar eyða tíma mínum í að búa til hnykil. Ekki nógu sniðugt, en þetta er bara eitthvað sem ég hef verið að gera. Það var bara spurning hvort ég eigi þá ekki bara taka gaddvinduna með mér upp og hafa hana uppi. Svo ég sé ekki að eyða of löngum tíma í að vinda upp hespurnar. Það er náttúrulega miklu meiri tími í að gera hnyklana heldur en þegar ég seti þetta í gaddvinduna og þetta er strekt og þá fer þetta ekki eins mikið í flækju. En allavega ég er búin að vera að gera það núna. Það er bara allt í lagi. Ég fann aðra bók, uppskriftabók á bókasafninu og það er Colorful Knit Socks. Ég er búin að vera að prjóna núna náttúrulega 1 par af sokkum í mánuði og það verður alltaf afgangur af því, af garnarnir sem ég nota
og ég var að hugsa að ég þarf nú eiginlega bara að fara að nýta þá afganga og gera einhverja sokka sem eru þá í fleiri litum, röndótta eða eitthvað. Og þegar ég rakst á þessa bók og þá segi ég, þetta akkurat til þess að nota afgangana. Hérna til dæmis svolítið margir skemmtilegir sokkar og ég setti merki hérna á nokkrum stöðum. Hér eitt sokkapar og hérna svona öðruvísi, það er garðaprjón hérna við hælinn. Þannig að þarna ég þá að prófa eitthvað nýtt. Svo hérna annað sem þessi hérna. Og svo fannst mér þessir mjög fallegir hérna. Þannig að ég held að ég hvíli hérna bókina 52 Weeks of Socks og hérna fari að vinna núna svo upp úr þessari bók. Setja svona smá líf í þetta, ekki vera alltaf bara að prjóna gataprjón, munstrið þannig heldur að hafa svona litamunstur. Mér finnst það líka vera svolítið skemmtilegt. Þegar ég var á garnhelginni á Öngulsstöðum núna í byrjun maí, að þá var hún að sýna ýmsar bækur og svona og garn og hitt og þetta. Ég fletti einni bók nokkru sinnum þessa helgi og alltaf, já, ég ætla að kaupa hana. Nei, ég ætla ekki að kaupa hana. Nei, Gunnlaug, þú þarft ekki að fleiri bókum að halda á eitthvað svona. En enda á því að kaupa bókina og það þessi hérna. 52 Weeks of Shawls. Mörg sjöl sem eru óbúslega falleg, en það sem heillaði mig mest og var til þess að ég keypti bókina, það þetta hérna. Mér finnst þetta bara alveg brjálæðislega flott. En hvenær ég geri það, ég veit það ekki. Enda á ég bókina, þannig að ég þarf ekkert að flýta mér. Þetta svona eitthvað allt öðruvísi heldur en ég hef gert áður. Og hérna, og bara spennandi að prófa þetta. Mér langar svolítið að prjóna þetta sjálf því ég held að þetta sé svolítið spennandi verkefni. Það sé alltaf verið að gera einhvern veginn öðruvísi aðferðir því að þetta náttúrulega svona skiptist í einhverja fleti og þó þetta sé bara 2 litum að þá held ég að já, þú sést aldrei að gera það sama. Þannig að þetta sjálf ætla ég einhvern tímann að gera. Það líka annað sjálf hérna eða svona kragi sem að Sveina Björk hannaði og fór í þessa bók og það þessi hérna. Óbúslega fallegur og tala ekki hérna hvernig hún setur saman litina og hvernig þetta gaman að hafa íslenskan hönnuð með í þessari bók. Í sumar ætla ég að setja svolítið við saumavélina. Ég svona stefna að því að það ekki bara það að ég hafi safnað garni í gegnum árin, heldur hef ég líka safnað efnum. Sé eitthvað fallegt efni og kaupi 2-3 metra af því og hef svo ekkert unnið úr því. En ég hef verið í vetur aðeins að fletta svona ákveða hvað ég ætla að gera úr hvaða efni og búin að sníða í nokkra flíkur en hef ekkert komist til þess að sauma þeir. Ég keypti mér nýja saumavél fyrir jól og þarf svolítið að venjast henni. Gamla vélin mín, hún fer stundum í verkfall, vill ekki sauma. Ég búin að láta tékka á henni og þetta bara það sem að rafmagnsnúrurnar fara inn í vélina, það orðið eitthvað sambandsleysi þar. Þannig að einhvern tímann þegar ég var að sauma þetta fyrir jól og þetta gekk svo erfilega, hún var alltaf að stoppa, ég var að verða brjáluð. Þannig að ég fór í Paff og keypti nýja vél, húskvarnavél. Ætla að prófa það, ég hef alltaf verið með Paff-vélar en nú ákvað ég að prófa húskvarna. Hún líka mælti með henni konan í búðinni, þannig að ég ákvað bara að kaupa húskvarna svona fyrir hennar orð og sjá til hvernig mér líkaði það.
Ég er með mjög margar hugmyndir af ýmsum verkefnum sem að mér langar að prófa og þá með einhverju nýjum aðferðum sem ég hef kannski lítið eða ekkert gert unnið í. En ég ætla nú kannski ekki að fara að ákveða það núna hvað ég ætla að gera, heldur verð ég að svona bara sjá til hvert hugurinn leiðir mig. Af því að eins og þið kannski hafi tekið eftir að þá svona fæ ég allt í einu hugmynd og þá byrja ég á henni. Eins og með þessa peysu, ég ætlaði að gera allt aðra peysu, ég ætlaði að fara að prjóna úr garninu sem ég keypti núna í maí, en svo sá ég þess og hugsa, hei, þetta er eitthvað fyrir garnin sem ég á og bara byrja á því. Þannig að ég sé til svona hvað ég geri í sumar. Í hverju er ég? Ég er í ból sem var hvítur, keypti mig hvíta ból og ég litaði hann og svona eins og tie-dye, nema að þarna var ég ekki með eitthvað ákveðið hvernig ég vildi fá munstrið, heldur bara krumpaði hann saman og setti litinn í svona, þannig að ég vissi ekkert hvernig útkoman yrði. En ég er bara nokkuð sátt með þetta. Er að spá einhvern veginn, ég kannski sauma þess út í hann eða eitthvað skreita, þrykkja eða eitthvað, ég veit það ekki, það kemur í ljós. En ég er líka alveg sátt með hann eins og hann er núna, en það er spurning hvort að ég seti kannski eitthvað meira með í hann, vinni aðeins meira með hann. Það kemur í ljós. Ég er sem að segja þetta þá gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir hálfa mánuð.